Komið sæl. Nú ætla ég að sýna ykkur í kvöld þriðja húsið í norska hverfinu, eða norska. En normenn í meirihluta. Ég búinn að finna þá, það eru normenn, finnar og svíjar. En allavega, nú náði ég haldi þennan sem ég ætlaði að tala við. Hann kom heim í dag frá Noregi og búinn að sýna mér og segja mér söguna líka. Þetta dálítið spesial hús, þetta spesial maður. Þetta vel efnaður, hvað getur kallað, augnasérfræðinga. Hann er 6 stykki augnaklínikar í Noregi sem börnin hans eiginlega búin að taka við. En hann er giftur tælenskri konu, búin að giftur henni eins og ég, 10-11 ár og hún er með snyrtistofu eins og Fjóla dóttir mín og er orðin bundin, getur ekki komist eins mikið í burtu eins og henni langar. Kúnnarnir, það er bara þetta átti skrítið í löndunum okkar. Þetta er sami í Svíþjóð. Það er alltaf bókað, það er bókað hjá Fjólu dóttur minni fleiri mánuði fram í tímann, Ég hef aldrei skilið konurnar þurfa að láta dressa sig, það þurfa að láta fixa sig. Það er ekkert karlmenn, við erum perfekt þegar við fæðistum. En þannig að þau nota ekki húsinu nógu mikið lengur og ætla bara að selja það. Það er ýmislegt ekstra í þessu húsi. Þetta er dálítið spesial náungi. Hann var ekki ánægður með tælenska rafmagnssystemið vegna þess að honum fannst ekki vera nógu mikla jarðtengingar og annað og það er rétt hjá honum. Ég hef stundum séð rafmagn hérna sem ég fíla ekki hvernig henni gengi frá og hann eins og hann sagði, mig langaði bara ekkert að vera grillaður inn á baðinu hjá mér þannig ég lít skipt út öllu rafmagnu og setja með 3 fasa og það sem er 0 fasa eins og við erum vön heima. Þannig að þetta er dálítið sérstakur náungi. Þannig að þetta er ekki billigasta húsið en það er fyrsti klassi allt í gegn. Ég bara segi ykkur það. Ég er bara orðinn dálítið efins. Það er meiri stæll á innkeyslunni á hinu húsinu en þetta er samt með bílskili og allt flott sem hann hefur gert. Þannig að við erum bara að tala sama verð. Við erum að tala 20 milljónir, hvort að það væri hægt að prútta eitthvað, en það er ekki mikið. Það væri þá ef það væri bara léttir samningar sem gengið 2 og 3 og einhver sagði bara ég vil fá þetta hús og þá getur maður kannski fengið einhvern afslátt, en það er ekki mikið. Þetta hús er raunverulega vandaðasta húsið af þessu þremur og er bara sumuleyti, ekki sumuleyti, það er vandaðara heldur en húsið með þínu innkeyslunni, en innkeyslan verður náttúrulega alltaf fallegust þar. Þannig að það er svona einhvern veginn forstjórahús bara utan á að koma þar upp, það er svo glæsilegt. En nú ætla ég er búinn að taka nokkra myndir, lokur að velta þessu fyrir ykkur og hvað ykkur finnst, allt fyrstuflokks, húsgögnin, allt fyrstuflokkur inn í húsinu og síðan fór ég að skoða gimmi hjá þeim, fyrstuflokkur og hverfið, það er allt fyrstuflokkur. Sundlaugarnar, það eru 3. Það er ein bara hinum með götuna hjá honum. Og þar hitti ég fólk í dag, bæði danska og var að tala við og ég er búinn að fá það staðfest að það eru allir ánægðir með þetta systemi. Það eru 30 ára lýs og svo framleiki hann 3 sinnum. Þannig að það er engin með neinar áhyggjur af þeim málum. Þannig að þetta er greinilega bara það besta sem stendur okkur til boða ef við viljum ekki fara út að búa til kompani og annað. Vegna þess að það er, eins og ég sagt ykkur áður, það er smá vesen í sambandi við kompani af því að þú þarft að hafa tælendingana innblandaða með þér í sambandi við forman kompani. En nú læti ég þetta inn og segið þið mér hvað ykkur finnst. Þetta er bara glæsilegt öllu leyti og
fyrsta klassa fólk sem býr þarna. Læt þetta duga í kvöld, setja þetta inn. Hafa það gott.